Hingað er kominn Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Ertu velkominn, Sigurður. Takk. Við ætlum aðeins að fara yfir, við ætlum í rauninni bara að tala um þessa atburði innan flokksins, þannig klofning sem er orðin í flokknum og þetta hlýtur nú að vera svolítið erfitt fyrir því að horfa upp á það að það sem við getum líklega talið mesta klofning í sögu Framsóknarflokksins, hugsanlega frá 1930 og eitthvað, að það skuli vera að gerast á þinni vakt og við skulum vera að horfa á mikið af fólki, öflugu fólki í flokknum, þingmenn hverfa á braut í annað framboð sem eru, eins og ég segi, augljóslega klofningur og Framsóknarflokkur, fyrirverandi formaður og forverið þinn sem leiðir þar. Jú, það er hérna rétt. Flokkurinn er 100 ára og á þeirri sögu hefur svo sem ýmislegt gerst og þetta hefur nú verið gerst áður og menn hafa stofnað nýja flokka, reyndar fyrir allnokkru síðan. Já. Það var auðvitað hérna 2011, þá gekk hérna dálítið hópur af fólki úr Framsóknarflokknum og stofnaði Bjarta framtíð. Jú. Það er ekki langt síðan, sko. En það er nú samt ekki sambarlegt. En það er engan veginn sambarlegt og eins og ég hef nú margoft sagt þá er þetta eftirsjá af því og dapurlegt að formaður og fyrrum forsætisráðherra flokksins skuli ekki sjá sér þann hag að vinna innan flokksins, heldur tel ég að það sé best fyrir hann að stofna nýtt stjórnmálaafl til þess að svona fá endurreisn kjósenda eða í augum kjósenda en ekki að leita eftir því innan flokksins því að í mínum augum hefur þessi klofningur í raun og veru orðið til frá því í fyrra sumar þegar að ljóst var að flokksmenn höfðu svona mjög mismunandi afstöðu til þess hvort að Sigmundur væri þá fyrrverandi formaður og forseti, eða þá formaður og fyrrverandi forsætisráðherra væri maðurinn til þess að leiða flokkinn áfram, hvort hann væri búinn að endurnýja traust innan flokksins og þá meðal almennings eða ekki og í því umróti sem þá verður, þá kallar grasrótin fram flokksþing síðastliðið haust, líka við erfiðast aðstæður rétt fyrir kosningar. Og það sem að mér verður á í augum þeirra sem nú hafa yfirgefið flokkinn, að hlusta á grasrótina og gefa þann valkost sem sitjandi forsætisráðherra og varaformaður í flokknum að segja í stjórnmálaflokki þá gera menn út það þegar það eru kannski orðnir svona ágreiningur leiðir, bara með lýðræðislegum hætti. En varstu ekki búin að lofa Sigmundi því að þú myndir ekki fara gegn honum sem formaður? Á þessum tíma? Já. Nei, 2013, líklega, eða 2011, þegar ég býð mig fram, þá segi ég honum, ég hefi engar væntingar til að verða formaður flokksins og ég muni bakka hann upp. En þú lofar því ekki eftir að hann segir af sig sem forsætisráðherra eða á þeim tíma? Nei. Þú staðhæfir þar? Já. Sko, hvernig hefur sambúð ykkar Sigmundar verið síðan Wintris-málið kom upp og alveg fram á þennan dag? Sko, til þess að setja alla þessa hluti í samhengi, þá verðum við að spóla því miður aftur til þessa tíma sem að mér leiðist mjög að tala um. Af því að ég vildi auðvitað vera miklu frekar að vera að tala um hvert við erum að stefna eins og þið voru að ræða hérna í þættinum á undan. Og það mun skipta miklu máli hvaða sýn stjórnmálamenn hafa á framtíð Íslands. En gerum það. Það gerist einfaldlega á þessum dögum eftir þennan Kastljósþátt. Það mætir hér yfir 20.000 manns á Austurvöll. Þingflokkur Framsóknarflokksins finnst að formaður þess og forsætisráðherra hafi yfirgefið stefnu þess þingflokks og segir við veljum málefnin umfram mannin. Framsóknarflokkurinn ævinlega staðið fyrir því að færa fram málefni. Við erum flokkur manngildis ofar auðgildis. Við erum flokkur sem segir einfaldlega að það er engin einstaklingur stærri en flokkurinn. Og við völdum að fara þessa leið að klára málefnin og að kjósa haustið þó við hefðum auðvitað vilja klára kjörtímabilið. En það er það sem gerist. En á sama tíma þegar að menn sem sagt lýsa í raun og veru verið vantrausti á sitjandi forsætisráðherra, á sama tíma segja menn okkur finnst sanngjarnt og eðlilegt að gefa þér tíma til þess að endurheimta traust í samfélaginu, bæði meðal flokksmanna en einnig meðal almennings. Í augum mjög margra gerðist það ekki. Þér fannst að Sigmundur hefði ekki endurheimt traustið? Ég varði hann manna harðast í 4 mánuði. En hvenær kemst það því að hann hafi misst traustið? Þegar ég uppgötva það að mér finnst hann ekki nýta tækifærin til þess að
hreinlega viðurkenna hann hafi gert mistök og biðjast afsökunar á því. Í raun og veru, mér finnst að hann er búin að útskýra þessi mál, fjármál og allt það, en það sem að þú þarft að gera eitthvað meira til þess að ná fram trausti. Þegar að mjög mikill hluti flokksmanna var farin að hafa samband við mig og skora á mig, þegar mjög mikill hluti flokksmanna var farin að hafa samband við mig og hafa áhyggjur sem sitjandi formanns, eða semst varaformanns og forsætisráðherra, að yfir stöðu flokksins verandi að fara inn í kosningar, þá er mér það ljóst að flokkurinn gengur ekki einn og heill til þessa verkefni síðastliðið haust. En það er náttúrulega að flokkurinn er klofinn því að það er stór hópur sem fylgir Sigmundi og það er Gunnar Bragi eins og sem fylgir Sigmundi og það eru kjósendur út allt land og hann mælist hærra í skoðanakönnun en þið, þannig að þú veist, hann hefur þó ekki mist. Þú ert að vísa til einnar skoðanakönnun. Já, hún er reyndar sú sem er nýjust, sko, ef maður skoðar það, þá er það hún sem er nýjust. En sko, Nú er kosningabaráttan ekki hafin og við erum auðvitað ekki farin af stað í að keyra á þeim málefnum sem við viljum keyra á þeim stefnu, einmitt þessari framtíðarsýn sem hér var nú kallað eftir hérna áðan, sko, að menn hafi einhverja sýn hvernig samfélagið er í heild sinni að fara, þannig ég kvíði því ekki. Það er alveg ljóst að hérna, á þessum tíma, síðastlið haust, eða bara fyrir ári síðan, þá var flokksþingið, var það ekki bara, mér minnir það sé akkurat í dag, 1. október, að á því þingi þá voru að takast á öfl í grasrótinni. Já. Og hvað gera menn þegar að takast á öfl í lýðræðislegum flokki? Þeir leyfa grasrótinni að tala. Ég sagði áðan að mér var það á í augum þeirra sem nú yfirgefa flokkin að gefa kost á mér. Já. Hefði ég tapað, hefði ég að sjálfsögðu tekið hendina á formanni flokksins og hvatt alla framsóknarmenn til að standa saman á þessum erfiðu tímum til þess að ná árangur í kosningunum. Hann gekk út og klauf flokkinn. Og þannig að það hefur verið í mínum huga nokkuð augljóst að það veri unnið að þessu allt síðan, með stofnun framferðarfélags, með alls konar yfirlýsingum og nú bara gerist þetta. Það er ekki heppilegt einu mánuði fyrir kosningar. En Framsóknarflokkurinn er gríðarlega öflugur eftir sem áður. Ég er búinn að vera á fundum núna í vikunni, þar sem eru 70, 80, 100 manns og gríðarleg stemning og samheldni í þeim flokki sem að eftir stendur. Varst þú að vinna á móti því að Sigmundur og Gunnar Bragi fengju að halda sínum sætum? Varst þú að vinna í því að stilla upp frambjóðendum á móti þeim? Mér fannst algjörlega lykilatriði að formaður flokks hafa leitað til mín sem varaformanns í fyrra. Ég ætti að hafa áhrif í einhverjum öðrum kjördæmum það hvernig þetta vera. Mín afstaða er mjög skýr. Í kjördæmunum ræður fólkið í félögunum. Þú er ekki verið að vinna því að Þórunn Egilsdóttir færi frambjóð á móti Sigmundi, Ásmundur Einar gegn Gunnari Braga í sínu kjördæmi? Að sjálfsögðu ekki. Þú staðhæfir það? Ég ætla ekki bara að staðhæfa það. Það er algjörlega lífssýn mín að starfa í pólitík að hún byggist á lýðræði og í kjördæmunum er það lýðræði fólksins sem ræður hverjir eru fulltrúar þeirra inn á þingi. En Gunnar Bragi ef að formaður fyrir að skipta sér af í einstökum kjördæmum sem hann situr ekki, þá situr sá formaður ekki lengi. En Gunnar Bragi sko kveður með því að það sé ekki bara sko þú sem hafi runnið gegn honum, heldur líka Kaupfélag Safnfirðinga og Þórólfur höfuðpaurinn þar, að það sé í rauninni gangi það sé öfl á bakvið í Framsóknarflokknum sem ráði. Sko, að þú sést í baktjaldamarki með öflum eins og úr til Kaupfélagi Skagfirðinga. Það er alveg með ólíkindum ef menn halda slíku fram og ég held reyndar að Gunnar Bragi mun ekki halda slíku fram, hann veit betur. Þetta er nú það sem hann skellir hurðum og kveður með þessu. Já, mér hefur þótt umræðan núna að hálfu til að mynda þessa fólks í alllangan tíma verið að lýsa því að svart sé hvítt og hvítt sé svart. Ég hef kosið, Egill, að svara því ekki. Af því að mér finnst að umræða lýðræðislega hluti innan flokks eigi að fara fram innan flokksins, en ekki í fjölmiðlum, með yfirlýsingar sem mér hefur oft og þótt dapurlegar í garð Samherja. Þó menn sé ekki sammála einhverja niðurstöðu, einhverja kosningar. Já, en nú er þessi klofningur orðinn veruleiki. Nákvæmlega, nú er hann orðinn að veruleika og hann var kannski óhjákvæmilegur úr því að þetta var afstaðan. Þetta snerist raun og veru það hver ætti að leiða flokk og ef menn fengju ekki sínu framgengt þá væru menn ekki tilbúnir að vera í þeim flokki og stofnuðu nýjan flokk. Þetta er nú reyndar ekki ný saga, hvorki á Íslandi né annars staðar. En hver verður
niðurstaðan segjum að Framsókn bíði afhroð í kosningunum, hún var náttúrulega frekar veik fyrir og þú hefur nú svo sem heyrt þér að við stundum ekki vandaða kveðjurnar fyrir það ef hún veikist svo enn vegna þessa hver er framtíð þín sem formanns? Í fyrsta lagi, þá er kosningabaráttan hefjast og við ætlum að vinna í þessum kosningabaráttum og við ætlum að ná glæsilegum árangri. Þegar það liggur fyrir, sú niðurstaða, hvort að sú sýn sem ég hafi á bæði á kosningabaráttuna og hvað þarf að gera hér í þessu samfélagi til langra framtíðar og hvort að kjósendur verða sammála okkur og kjósa okkur og þá munt þú ekki spyrja með þessar spurningar eða hvort að það verði rétt þá skulum við taka á spurningu. Ég ætla ekki að svara henni núna. En þú veit ekki, er ekki einboðið að þú muni segja að þér þá? Ég ætla ekki að svara þeirri spurningu núna því að við erum að fara í hina leiðina, við erum að fara að segja við fólki í landinu. Horfið annars við erum 100 ára sögu okkar, horfið á það sem við stöndum fyrir. Ég heyrði að fólkið áðan sagði ýmist að það mætti ekki tala um traust og stöðugleika en það veri líka hallærislega hluti sem þyrfti. Við erum traust og stöðugleiki. En sko, menn hafa nú talað um að til dæmis þetta hefði sennilega ekki orðið ef að Lilja Alfreðsdóttir hefði orðið formaður flokksins. Hún er í miklu betra sambandi við Sigmund en þú og það sem geti náttúrulega gerst er það að Lilja mér sé að fer að tala um það í einhverju viðtali að það verður nú bara ágætt að fá 2 framsóknarflokka því að þeir verða stórir saman. En auðvitað lítur það ekki þannig út. Það er verið að kljúfa 100 ára gamla stjórnmálaflokk. Já, það er verið að því. Annan mesta valdaflokk íslenskar sögu. Einn af þeim flokkum, annan kannski hugsanlega þann flokk sem hefur staðið best við bakið á endurreisn og uppbyggingu Íslands. En hvað með afstöðu Lilju? Finnst þér Lilja vera formannsefni? Klárlega og staðið sér frábærlega vel og við Lilja vinnum bara mjög vel saman og við höfum gert alveg frá fyrstu tíð. En hún hefur ekki tekið mjög sterka afstöðu í þessu máli. Þarf ekki að heyrast meira í henni út að hún sé heilu sönn innan Framsóknarflokksins? Hún er það og ég veit ekki annað en hún sé bara að því á einhverju annar útvarpsrási akkúrat í augnablikinu að hún sé Framsóknarmaður af líf og sál og augljóslega hún er að vinna því að við erum að fara inn í þessar kosningar. Við erum að leggja þau spil á borð sem við höfum verið að undirbúa. Við byggumst ekki við þessum kosningum í haust frekar en margur annar. Við settum á stað menntamálahóp fyrir 1 ári vegna þess að við trúum því að stærsta áskorun inn í þessa framtíð sem að spekingarnir voru að tala um hérna við áðan að takast á við það hvernig við leysum áskoranir fjórðu iðn og tæknibyltingar. Já, við ætlum ekki að fara að tala um það. Nei, ég er bara að segja, við erum búin að vera að vinna svona vinnu algjörlega sem samhentur hópur. En við erum að sjá ákveðin hópur flokksins, hann hefur ákveðið að taka ekki þátt í þeirri vinnu. Þrátt fyrir að hann sé boðið að vera með í öllu ferli allstaðar. Við erum að tala um þingmenn að vera í flokknum í 60 ár. Já, allir ágætlega hinn prýðismaður. Ég þekkti hann ekki fyrir bara nokkrum árum. Og þeir sem hafa starfað í flokknum núna síðastliðin 15 ár hafa ekki hugmynd hver hann er. Flokkar endurnýja sig. Það er ekki þannig að því þú varst að vísa hérna til einhverja einstaklinga út í bæ. Það er ekki þannig í Framsóknarflokknum og ég vona ekki í öðrum flokkum að einhverjir einn eldri maður stjórni þeim flokkum. Þetta er lýðræðisafl. Framsóknarflokkurinn er 12.000 manna hópur. Þú sagðir á öðrum vettvangi að þú hefðir verið ræður af þessu fólki. Mér langar að enda viðtalið að spyrja út í það. Já, mér finnst það dapurlegt að hafa setið undir slíku. Mér finnst það. Ég hef starfað að heilindum og heiðarleika. Og mér finnst erfitt að setja undir þegar rangindi, þegar svart er hvítt og hvítt er svart. Ég held ég hefði vísað til Obama hjónanna og Michelle Obama sem talaði einhvern veginn að þá vegu að þegar fólk leggst í lágkúru að þá lyftum við okkur upp. Þér finnst þetta hafi verið lágkúra? When they get low, we get high. Þetta hefur verið lágkúra? Mér hefur fundist þetta vera dapurlegt, ósanngjarnt. Ég hef ekki viljað svara þessu og ég mun ekki svara þessu. Einfaldlega vegna þess að þetta er ekki svara vert. Svart er ekki hvítt og hvítt er ekki svart. Sigurður Ingi, þakka þér fyrir að koma hérna. Við ætlum að tala eins um atburðina í Katalóníu.